Heil og sæl. Í þessu þætti ætlum við að tala landsbyggðarfjölmiðla og nánar tiltekið ætlaði ég bara að tala hérna við ritstjóra bæjarblaðanna tveggja á Akureyri. Svo veltaði upp hvað máli skipti að hafa bæjarblöð og halda út í bæjarblöðum. Ég meina, ekki hvort það alltaf gerast í Reykjavík, ekki nóg að hafa bara fjölmiðla þar eða skiptir máli að flytja fréttir af landsbyggðinni. Og til þess að ræða þetta hef ég fengið ritstjórana tvo, Indíönu Ásur Hreinsdóttur og Þröst Erni Viðarsson. Þröstur er ritstjóri Vikudags og Indíana ritstjóri Akureyri Vikublaðs sem svona hefur risið upp frá dauðum, má segja, núna nýlega og bara verið velkomin, gott að sjá ykkur. Þið eruð nú ekkert alveg blaut á bak við eyrun í fjölmiðlabransanum. Indíana, þú varst búin að starfa sem blaðamaður á DVF í mörg ára, eða ekki? Jú, ég var á DVF ég bara gleymi allt, en ég held að það verið svona rúmlega 11 eða 12 ár. Okay. Með smá stoppi á fréttablaðinu og nokkrum fæðingarorlofum. Já. Nei, ég er búin að vera heillengi alltaf á DVF, nánast. Og raun og veru, manstu hvað ár þú byrjaði þar? Ég nefnilega manna ekki, spjórnætt að það að segja það, ég bara manna ekki. Einhvern tímann aldamótin, sem sagt síðustu. Já, rétt eftir aldamótin. Já, rétt eftir aldamótin. Þannig þú uppvarst á DVF þegar það var svolítið svona, já, það var svolítið rock á blaðinu og punk, stefna og menn voru afhjúpaðir á forsíðunni og fólk var ofta reitt út í blaðið og svona. Algjörlega. Hvernig var að vera, var þetta ekki mikil bara, var þetta ekki svona kalda sturtaðin að vera? Já, það var mikil skóli og ritstjórarnir á þessum tíma bara, þeir kenndi mér allt sem ég kann og svaklegir menn með mikla skoðanir. Svo tala Mikael Torfa, Illa Jökuls, Reynir Trausta og fleiri Jónas Kristjánsson. Þannig að manni var hent út í djúplaun algjörlega. Og þetta svona eins og þegar maður sér þarna þættina Pressuna eða eitthvað svona, er það sannverðu mynd af stemningunni inn á ritstjórnarskrifstofu? Það einhverju leyti. Ég var með þess að DVF þegar handrökkurinn réðst inn á ritstjórnina. Já. Það var rosalega, Já, þá varst þú þar? Já, ok. Þannig að þú upplifðir það? Ég var samt ekki inn í salnum sem betur fer. Svo hefði ég bara pissað á mér hræðslu. En það var alveg svona stemning á tíma. Fólk var svo brjálað. Og það voru berast hótunarbréf og annað. Já. Þannig að... En þegar þú varst að byrja að taka þið fyrstu skrifin inn í blaðamennskuna, varstu lentur í því að vera búin að skrifa greinar og eitthvað svona og svo var það bara allt rifið niður af ritstjórunum og sagt að þetta væri ekki boðlegt eða? Nei. Þeir gáðu manni ótrúlega frjálsar hendur, finnst mér. Okay. En sett út á og laga þetta ef eitthvað var ekki nógu gott. Og bara að ögra manni fara lengra, byrja meira og bara ótrúlega þakklátt fyrir þessa reynslu sem ég öðlaðist þannig byrjun og líka hafa verið svona ung. Já, þetta. En þú, Þröstur, hver er þinn svona bakgrunnur í fjölmiðlum? Ég er nú bara uppalinn á þessu ágæta blaði. Já, Vikudegi? Já. Þess ber að geta að Þröstur var mjög snjall, hann kom með sitt blað en þú gleymdir því. Hver er Vikublað? Það er byrjandamistök. Þetta var byrjandamistök, já. Já, þú ert alveg upp á þessu miðli. Já, ég læri fjölmiðlafræði í háskólanum hérna. Já. Útskrifaðist 2010. Og ég fekk svimavinnu á Vikudegi sem 2008 og þá byrjaði ég að vera mikið í íþróttafréttum bara fyrst og svo hætti ég einhvern smá tíma einu ári í skólanum en svo kom ég aftur inn og ég er eiginlega búinn að vera sleitulaust frá 2008 fyrst bara í hálfu starfi svo náði ég að tróða mér inn í heilt starf og svo endaði þessi ritstjóri. Og þá langar mér að spyrja ykkur að því að þið eru bæði, þetta eru vikublöð, þetta eru blöð sem koma út einu sinni í viku, Akureyri Vikublað og Vikudagur og bæði blöðin eru með svona forsíðu viðtal og þannig. Er erfitt að finna viðmælendur eins og til dæmis á Akureyri? Er þetta... Já, Vikudagur hefur breyst svolítið mikið síðustu ár og það er kannski svona 4 ár síðan þá byrjum við að hafa meira svona viðtalsefni við fólk. Og svo tók ég þetta ennþá lengra þegar ég fór að ritstýra blaðinu að hafa forsíðu viðtal og breyta þessu ennþá meira, hafa ennþá meira fólk í blaðinu. Og auðvitað þrengist hringurinn, við erum afmörkuðu svæði og
maður er búinn að tala um hans í marga. Já. Ég er búinn að tala við þig. Já, já. Og en þetta er einhvern þannig að maður finnur alltaf eitthvað sko. Já, ég held það nefnilega. Já, mér finnst það alveg. Ég er náttúrulega búin að vinna við þetta svo lengi að taka svona stór og mikil viðtöl fyrir DFF og núna finnst mér bara fullt af fólki sem að kannski henda ekki beint í DFF en á fyllilega skilja enda fórsynni og meður. Erindi það, já. Þetta er einmitt þessi blöð gera sko að þessi fórsíður sem við erum að taka, þau eru ekkert endilega að fara á fórsíðu landsmiðla sko. Nei. Ekki alltaf. Ekki alltaf, þó að margt að eiga heima sko. En það eru landsmiðlar að elda okkur. Já, algjörlega. Það er vel að vitna upp úr okkur og svona, en svo líka bara það er svo ótrúlega mikið áhugaverið fólki og mitt blað nær frá Bakkafirði til Hvammstanga, skilt mér. Já. Og þú veist, það er bara fullt af áhugaverðum karakter út allt land þótt að sé ekki í höfuðborginni. Nei. Þú talar sko viðmælendur sem að kannski áttu ekki eða hefðu ekki hentað inn í DFF eða forsíðu DFF. Er þá vegna þess að þar er svona lagt upp með að hafa fólk sem er þjóðþekkt, skilur framan á þig, skiptir það máli eða? Já, upp á vissu leyti, en líka bara lífsreynslan og sagan sem fólki hefur. Já. En það hafa allir sína sögu og ég meina það eru fólk á Akureyri sem eru heimsfrá Akureyri sem eru það kannski ekki út allt land. Nei. Já, svo líka leitar maður svolítið út fyrir bæjarmarki, það eru Akureyringar út allt og ég komast að því að það er líka annarkur maður Akureyringur, þannig að maður getur líka farið sko að leita viðtalsefni á fólki á höfuðborgarsvæðinu og út til landsteinana. Ég hef alveg gert það margoft sko, með viðtal við fólk bara í Skandinavíu eða einhvers staðar í Evrópu eða Ameríku. Já, ég ger það líka, leita í það fólk svona til að fá það í fasta dálka og eitthvað. Já. En hvert er ykkar, þá bara svarið í sitt hvoru lagi, sko, hvert er ykkar svona markmið með blaðinu sem þeir eru að ritstýra, þú veist? Já, markmiðið er að búa til blað með fréttum úr bæjarfélaginu hér, samfélaginu hér og spjalla við áhugavert fólk. Að þegar landsmiðlar hafa minnkað hlutfall staðbundinna frétta og þó að það sé eitthvað þá brúa þessi blöð svona þetta bil sem að verður og það er svona suma fréttir sem að kannski skiptir okkur miklu máli en fólk í Reykjavík hefur kannski engan áhuga á. Eins og ég er búinn að skrifa svolítið núna hvernig ég að loka göngugötunni og Listagilinu sumar. Þetta er ekkert endilega það sem að fólk í Hafnarfirði hefur mikið áhuga á en það eru margir sem að hafa mikla skoðanir á sig hér. Já, akkurat. Svo hefur líka hafa að gera margar erlendar rannsóknir af staðamiðlum, ekki margar íslenskar. Og allar erlendar rannsóknir sýna það að það er fylgni á milli samfélagsvitundar og þess að lesa staðamiðla. Þannig að þú ert meira inn í samfélaginu og þú veist meira hvað er að gerast. Og sem dæmi þá var blað í Kansas í Bandaríkjunum. Þetta var 2000 manna samfélag og það var búið að gefa blað frá 1866. Var alltaf búin að koma út staðablað einu sinni í viku. Í 2000 manna samfélagi? Í 2000 manna samfélagi. Og það var á 20.000 manna samfélagi. Já, skiptir ekki öllu. Það hljóma betur 2000. Já. Alltaf, það er bara eitthvað svona svipað þá á Akureyri. Og allt einu svo bara hætti blað að koma út út af erfiðleikum í rekstri. Og þá var ákveðið að gera rannsókn meðal íbúa hvaða áhrif þetta hefði hvað áhrif þetta hafði. Og þá kom það í ljós að bæjaryfirvöld áttu bara erfiðleikum með að ná til fólksins á einhvern annan hátt. Þó hafi verið eitthvað sagt í svona landsblöðum, þá bara sýndi þessi rannsókn svona svart og hvítu hvað staðamiðlar geta gert. Já, og geta ítt undir ákveðna þá samheldni, í samfélaginu og samkennd og svoleiðis. Já, nákvæmlega. Og þetta er náttúrulega vettvangur líka fyrir skoðanaskrif. Já. Og það er allir með sein, ég er búinn að skrifa líka og auglýsa maðurblaðið. Já, það er bara að gera. En svo með leikskólafréttina hér. Já. Ég er búinn að tala um þessa lokun leikskóla í Hlíðarbóli. Já. Eins og þessi grein á náttúrulega miklu meira heima í staðamiðli en þó að fréttin sem slík að loka í leikskóla Akureyri sem er eini leikskóli í sínu hverfi er alveg landsfrétt en það var hún tekin upp í
landsmiðli. Já, og svo gera landsmiðlandi það eins og við nefnduð áðan, ef þeir hafa áhuga, þá taka þeir upp oft eitthvað úr ykkar blöðum eða... Það í vinnureglum flestra fjölmiðla fyrir sunnan að skanna staðamiðla. Okay. Og svo pikka þeir upp, sko. Já. En svona, skrifarðu bara kvittar undir þau markmið sem hann að nefna eða ertu með fleiri eða önnur markmið? Mitt markmið með blaðinu mannlífsblað með frétta ívafi. Já. Og þú veist, ég var á DFF lengi og nú bara ótrúlega spennt að fá að móta mína eigin stefnu og ekkert endilega svona hart fréttablað. Nei. Heldur meira bara, að vera fyrir fólkið sem svona stað til að leita í, til að finna upplýsingar, fréttir fyrir það, það sem að gera og finna áhuga karaktera í viðtöl, Er svona samfélag ekki og lítið til þess að vera með harða blaðamennsku og einhverja svakalegar uppljóstranir og afhjúpanir? Ég meina, hvað finnst ykkur það? Nú bara svona varpa í boltanum til ykkar með það? Það er náttúrulega frægt þessi, þetta málið með nálaðavandann, hugtaki, að það er erfiðara að skrifa eitthvað neikvætt mann í næsta húsi heldur en sem það þekkir ekki neitt, sko. Því að þú ert, þetta er svo lítið samfélag með að þekki marga, þú ert í nánum tengslum og svona. Maður þarf alltaf að koma aftur til fólksins. Þarf að leita aftur til þeirra. Þetta er svo lítið samfélag. En enga síður, sko, þá alltaf hef ég haft það bara fyrir stefnu að segja fréttir og frétt bara frétt, sem er líka betur að vera og stundum kannski eitthvað neikvætt og svo aftur jákvætt. Og kannski líka munurinn á því að segja frétt sem bara einhver staðreind, skilurðu, og það verður að greina frá málinu, eða þá að vera í djúpri rannsóknarblaðamennsku, og svona í einhverju sem er svona hugsanlegt að sé í farvatninu en það er ekki það gefst líka bara engin tími í svoleiðis. Ég er ein að vinna mitt blað alveg. Ég er ein að vinna þetta blað en við höfum enga tíma til það. Og ég legg áherslu á viðtalið af því að þú veist, það er minn styrkur og hitt kemur bara með. En þetta vandaði mig því líka. En er fólk að hringi ykkur eða senda ykkur svona einhverja ábendingar eitthvað krassandi og eitthvað svoleiðis? Er fólk að því? Já. Og þetta skoðum allt svoleiðis. Maður vill taka eins og hann segir alveg fréttir og gera það líka. En ekki að þú veist endilega, maður verður að bera svo mikla virðingu fyrir náunganum í svona litlu samfélagi. Þú þarft alltaf að koma til fólksins aftur og svo er mitt blað líka fríblað og maður er ekki endilega að stíga inn á skítum skónum bara að tróða sér inn á heimili. Það er mín skoðun. Já, það er auðvitað. Já, en maður verður líka samt, sum málefni, stundum bara mál í gangi sem maður verður að taka á, og þá náttúrulega ekki gera maður það. En maður náttúrulega bara passa að vera faglegur í öllu sem maður gerir. Og er ekkert að kasta fram einhverju grófusögu. Ekki vera með dylgjur, heldur að vera það, nei. Og ég lærði það snemma að ef maður er í einhverjum vafa, og þá er betra að sleppa því og ég hef alltaf fyllt því ef ég er einhverjum vafa hvort eitthvað eigi erindi sem frétt ekki þá bara hef ég látið að bíða. Já, þannig að það var að viðmið það er maður setur þetta á vogaskál og það er betra að sleppa fréttinni heldur en að setja hendinni í loftið og skaða einhvern með því að þetta sé ósannindi og það er erfitt að draga það tilbaka. Já, ef þú ert ekki viss. Já, eftir því sem fréttin náttúrulega þá verður að fá hana staðfesta frá fleiri aðilum. Og það var náttúrulega svolítið sem að DFF á gagnrýnt á sín tíma það var svona, menn voru það var mikill eldmóður og menn voru svolítið svona undan sjálfum sér en svo breyttist það svolítið. Hvað finnst ykkur, ég ætlaði að spyrja ykkur svona fjölmiðla umhverfið í dag eins og til dæmis með þetta, finnst ykkur fjölmiðlar vera varkárari í öllu svona? Þessi miðlar sem að þessi minni miðlar er samt stóri landsmiðlar eins og Stundin og Kjarninn eru svona helst. Mokkinn er náttúrulega bara gamal rótgróin stofnur. Ég er kannski einn af þess að fá á mínum aldri sem er áskrifandi á mokkanum. Já. En maður sér það alveg manni finnst oft að hún sé svolítið meira svona í liði með ríkisstjórninni núna þegar Sjálfstæðisflokkurinn er í ríkisstjórninni. Maður sér alveg mun á ef maður tekur forsíðuna af mokkanum og forsíðuna af fréttablaðinu ef það er að fjalla sömu málefni það er misa hvernig þeir taka á. Þannig að það er svona, Já, og það er auðvitað, má segja, þú veist, það er svona mín skoðun eins og með mokkan bara ef maður horfir bara á blaðamennskuna per se, þú veist, þar eru margir
mjög svona reyndir blaðamenn og svona jálkar, þú veist, sem eru mjög dýrmætir fyrir stéttina og halda úti, sko, mjög vandaðri blaðamennsku og þá ég ekki að tala skiljiði pólitíkina eða það heldur bara, þú veist, það er bara, maður skoðar málfar og svona ýmislegt sem bara mjög vandað, sko. Og svo aftur svona, eins og á Fréttablaðinu meira ungt fólk og þar svona, hvað maður segja, meiri gretta í gangi, kannski, eðlilega, eins og vill fylgja og ég hef stundum hugsað það, sko, stundum hef ég hugsað hvað væri gott ef að Fréttablaðið og Mogginn myndi aðeins svona hópur þessara blaðmönnum þessi tveir hópur myndi blandast aðeins meira því það er svolítið ábyrgandi, það er svona svolítið formfest á Mogganum en svona ákveðin gæðastimpill, sko, og það er svona hugrekki á Fréttablaðinu, nú ég bara að greina þetta og svona eldmóður og annað og hugrekki og annað en svona stundum svolítið menn svolítið hvatvísir, sko. Já, þetta er sko, það er alveg rétt sem að segja, þetta er góð greining. En sko, fréttamatið hefur líka breyst svolítið. Og sko, fréttamat mitt er allt annað heldur en kannski fyrrum ritstjóra þegar ég er 25 árum yngri. Og Mogginn er svolítið mikið oft í svona aflafréttum og hiskap og svona þess að þar. En Fréttablaðið kannski minnaði því. Þetta er bara svona, þeir eru svolítið svona meira í eins og þetta var einu sinni. Það þótti mikil tíðindi þegar það þykir mörgum enn að bátur að koma með mikið afla og svona. En Mogginn sinnir því bara frábærlega og það er alltaf margir sem vilja lesa þannig fréttir. En svo verður bara aðrir miðlar sem eru meira svona, eins og þú vorst að segja, meira fólk og þetta. Mér finnst það kannski mætti stundum vera meiri, svona blöndun á þessum miðlum, þá væri svolítið svona, hvað maður segja, svona kem eitthvað enn gagnlegar út úr því, skiljið, það veist. Bara eins og í flestu stéttum, bara eins og prestastéttin er mikilvægt að hafa unga presta, en það er líka mikilvægt að hafa eldri presta, því þeir hafa ákveðið sín og ákveðin sjónarhorn sem eru bara mjög dýrmætt, sko. Þú veist, svona, en þetta er ákveðin bara, þú veist, pæling. En hvað finnst ykkur svona fjölmiðla umhverju í dag? Nú eru alltaf þessir samfélagsmiðlar sem eru orðnir bara fjölmiðlar í raun og veru og bara það eru allir sem eru á Facebook eru ákveðin átt að halda út í fjölmiðli bara með sinni síðu, má segja, og hvernig er að starfa á því, og til dæmis eins og þú sem starfaðir sem blaðamaður áður, hver er munurinn? Það er náttúrulega auðveldara að finna fréttir. Það er auðveldara að finna fréttir. Já, maður er bara í stöðu sambandi við fólk. Já. Maður er náttúrulega bara með alla vini á Facebook og svo sér maður allt sem er að gerast. Já. En maður er kannski ekki alltaf fyrst með fréttinar af því að fólk er búin að frétta að því á. Já. Þú veist, þetta er bara svona, og svo náttúrulega miklu meiri aðhald, fólk er að gagnrýna og allt sem maður skrifar sem já. Er erfitt að taka við því, eða skilur, finnst þér erfitt að sjá það? Nei, ekki lengur. Nei, þú ert náttúrulega svo vön eftir fyrsta árinu að djöfa. En hvað segir þú? Já, netið og samfélagsmiðlar hafa alltaf gert það verkum að fólk gerir alltaf bara kröfur fréttir strax, sko, og ef ykkur skrifar eitthvað á Facebook þá eitthvað sem er fréttnæmt, þá er það yfirgnefndu líkur á því að það eru komið á netmiðl eftir 1-2 tíma. Já. Þannig að og það er líka ástæðan fyrir því að eins og með Vikudag að hann er orðið meira, fókusa meira svona á mannlíf núna og fólk en segir áfram mikið af fréttum, þá er svona meiri svona áhersla á hitt. Því að þú kannski veist eitthvað á föstudegi, þá er þetta að halda því fram á útgáfa. Og þannig að sko, það er svolítið erfitt að vera að selja sko vikublað upp á fréttir. Enda þú veist þegar ég gerir viðtalið og gerir svona fasta dálka og eitthvað, en fréttirnar sjálfar skrifa ég bara daginn áður en ég þarf að skila blaðinu því að þú veist, það þýðir ekkert annað, það verður bara allt orðið úrelt. Ég er nú oftar en einu sinni sko bara reiki höfuð í stein þegar sko bölvað þegar maður eitthvað sem er frétt, sem er að koma í blaðinu eftir 2 daga, svo sér maður í sjónvarpsþættinum RÚV eða á MBL eða eitthvað. Það hlýtur að vera sjúklega gremilegt. Já, það er svona eins og kjaftshögg, sko. Já, og þá er það orðið aldrei þannig bara að, ég meina, dagblöðin hljóta líka að standa fram við svolítið fyrir þessum vanda. Þú veist, þau hljóta að breytast núna og eru að breytast. Þannig að það þurfa að vera bara aðrar áherslur heldur voru áður. Svo náttúrulega líka bara hægt að finna þá nýja vinkla og taka öðruvísi að. Ítarlegra í málinu. Já, og kannski meiri greiningar einmitt á málunum sem er líka mikilvægt því það er ekki tími fyrir það bara að vera að kasta þessu bara strax út og láta fólk vita að þetta hitt sé í gangi. Þá finnst manni kannski einmitt að blöðin mættu vera með meiri
dýpri útskýringar á hlutunum, sko. Það alveg, en hvernig að því nú þið bæði þessu að taka, og þú náttúrulega gerir það líka á DVF, að taka svona bara persónuleg viðtöl við fólk bara einstaklingi. Hvernig gerir maður það og hvað skiptir máli þegar maður að taka svoleiðis viðtöl? Mér finnst bara gott að undirbúa mér rosalega vel og velta upp fyrir mig hvað ég ætla að spyrja manneskjuna og svo bara reyna einhvern veginn að ná trausti og það verður náttúrulega að ríkja traust. Þetta líf fólks sem maður að setja framan á forsíðuna. Þannig að maður verður að vanda sig. Já. Finnst þér fólk vera mjög tilbúið að opna sig? Ótrúlega margir. Finnst þér að hafa aukið, eða finnst þér að vera meira í dag heldur kannski eins og þú varst að byrja? Já, ég held að það sé auðveldara að fá fólk til að koma fram. Já. Og bara teka fyrir því að ég get ekki ímyndum mér að sé auðvelt að ofta að segja bara. En mér finnst bara svo dásamlegt einhvern veginn að tala um manneskju sem að segja manni og maður getur skrifað þetta niður og kemur þetta út og hún líka sátt. Já. Það skiptir máli. Leifir fólki alltaf að lesa yfir? Já, í svona ger ég það alltaf. Já, það lítur að vera betra. Já, maður ritskoðar sig, þú veist, maður vill ekkert bara, ef ég myndi skrifa leiðarinn í bara einni bunu og senda hann inn, það var ekki þannig. Nei. Maður verður að fá smá fjarlægð á það og skoða það svo aftur. Orða betur. Já. Hvað segir þú? Hver svona? Já, ég finna bara saman því sem hún segir, sem er viðtölin og maður náttúrulega leggur upp með eitthvað ákveðið, þú ætlar að fá eitthvað ákveðið fram með viðtölu og maður er búin að kanna viðkomandi og maður svona bara láta vita hvað maður ætlar að spyrja um. Já. Og svo náttúrulega bara spinna svo út frá því, sko. Og maður er bara að leita eftir einhverju lífsreynslu eða eitthvað sem fólk hefur gert í lífinu og það er bara svo, eins og með fá sér viðtölu, þetta er eins misjafnt þetta margt. Já. Mér sýnist á öllu að þrátt fyrir allar fréttir að þá sé þetta það sem er hvað mest lesið, skiljið, eins og bara á vefmiðlunum, þú veist, þá sér maður að þegar það er að taka svona, kannski taka eitthvað úr svona viðtölum, lífsreynslusögum og annað, þetta virðist alltaf vera mest lesið. Er það allir það sé bara gömulsaga ný? Fólk hefur bara áhuga á því að heyra lífsreynslusögur til þess að geta speglað sig. Já, ég held að það sé alveg klára. Fólk hefur mikinn áhuga á fólki. Þannig að það er sko í raun og veru með því að gera þetta, þá myndi ég segja að fjölmiðlar væru að veita ákveðna sjálfgæslu í alvörinni og það ætti að vera svolítið kannski markmiðið. Ég held að væri mjög sko gott markmið, segið það núna við ykkur sem blaðamenn, að þegar þeir eru að gera svona og skrifa svona viðtöl, þá séu þau hugsa ok, við erum að gera þetta ekki til þess að sko, ekki bara til þess að selja, heldur til þess að þú þurfa að gera það líka, heldur til þess að hjálpa fólki. Það er líka einmitt þannig að stundum er maður að ræða fólk sem hefur gengið gegnum einhverjar hremmingar og þá hjálpar til að tala um það. Já. Og þá svona, talar það bara út og það já, það hjálpa til í bataferli viðkomandi. Og maður er oft orðinn að trúnaði vin. Það er alveg þannig. Já. Manstu, geturðu nefnt mér eitthvað, sko núna eitthvað viðtal sem þú tekið sem er svona bara uppáhaldsviðtalið þetta, öllum smá, eitthvað sem að bara þú gleymir aldrei og var ofboðslega svona mikið bara breakthrough, svo ég tali góð íslensku, bara fyrir þig sem blaðamann að hafa tekið? Það eru öll erfiðustu viðtalin, ég verð að segja þau sko. Já. Það eru fólk sem hefur verið að segja mér frá rosalega erfiðum atburðum í sínu lífi, fólk sem hefur mist börn og allt svoleiðis, en mér langar samt líka að nefna þegar ég tók viðtal við Metallica, þá var ég bara það var hápunkturinn. Tókstu viðtal við Metallica? Hvenær var það? Þegar það kom til Íslands. Ég hitti bassaleikarann. Nei! Já, satt með honum og spjallaði. Þannig að það var, ég verði nefnaði líka. Og hvað? Ég meina, ertu Metallica fan? Ég var það, já. Já, og þú gast alveg komið upp orði og allt svoleiðis, þú fraust ekkert eða það var ekkert svoleiðis? Nei. Og sveitt í lóunum sjálf? Já. Vá, já, ég trúi því. En hvað segir þú? Vá, þetta er svolítið svona útbúin að stela seninni, þetta skilur þig. Það var ekkert að toppa Metallica. Nei. Maður hefur tekið ótrúlega mörg svona eftirminnileg viðtöl og myndi þetta eitt í hug, tók viðtal við konu sem heitir Hulda Frímannsdóttir. Já. Pabbi hennar
Alzheimer. Já. Og hún var bara að tala þá reynslu hvernig að eiga föður með Alzheimer og hvernig samfélagi lítur á þetta og þess áttar. Og þetta var mjög bara áhrifamikið viðtal. Þetta held ég að blaðið hafi selst upp þegar þetta kom. Ég man eftir þessu viðtal. Það var nefnilega mjög gott. Já, það var svona, þetta var svona eitt af því stendur upp úr, sko. Já. Þetta mikilvægt starf að vera blaðamaður. Ég var rosa þakklátt fyrir að fá ykkur hingað og vona og biðja þess að blöðin ykkar haldi áfram að blómstra því þau eru mjög mikilvægt fyrir samfélagið. Og ég þakka ykkur fyrir komuna og við kveðjum hérna af Kaffi Laut. Þökkum ykkur samfylgdina og sjáumst aftur í næstu viku. Bless.